Þeir séu að góð, Heimir þið séu aldrei góð í þessum leik. Nei, við bara mættum aldrei til leiks og skítöpuðum fyrir mjög góðu Blikaliði sem voru mjög velskipulagðir og spiluðu virkilega vel og við sáum aldrei til sólar og við hefum getað tapað þessum leik stærra. Hvernig útskýrur það svona rétt eftir leik? Já, við vorum sem sagt héldum að við værum tilbúnir og svona virkaði á mig að menn væri tilbúnir en við vorum aldrei tilbúnir í þennan leik og við vorum okkur náttúrulega bara til skammar. Blikar byrja á að pressa, er það eitthvað sem kemur á óvart? Nei, það var ekkert sem að koma óvart og mér fannst þessi pressa vera þannig að við áttum alltaf að geta leyst hana ef við hefðum nú nefnt að kannski hreyfa okkur eitthvað inn á vellinum en við vorum ekki mikið að nenna því þannig að þá virka hlutir sem andstæðingurinn gerir vel, til dæmis vitum við það að Breiðabliksliðið er mjög gott fótboltalið og þegar þeir fá pláss og tíma til að spila þá eru þeir mjög góðir og við gáum þeim allt það pláss sem þeir þurftu og allan þann tíma sem þeir þurftu þannig að það var nú frekar auðvelt að vera fótboltamaður ef þú ætlar að fara inn á völlinn og vera aldrei nálægt manni. Fyrst og fremst það sem vantaði FH var vinnusemi. Já, ekki spurning og menn bara hefðu áhuga á því að spila. Svo töpuðu þessum Lengjubikar, þau eru bæði í Kópavogi, er þetta að draga einhverjar ályktanir af því annað tilviljun? Ég er bara ekki búinn að hugsa svo langt, þetta var erfið spurning. Nei, við náttúrulega vorum lélegir á móti HK líka og núna kannski er komin einhver Kópavogsskríla. Kópavogsskríla, takk fyrir þetta Heimir.